Já, komið sæl. Nú breytt veðurlega framundan hjá okkur, suðlægar áttir og rigning og hlýindi. En það lægð hérna á Grænlandshafi sem að senda til okkar skil núna næsta sólarhringinn og síðan fær hún viðbót hérna á morgun og annað kvöld verður enn annar úrkomubakkin. Síðan þegar kemur fram yfir helgi þá fer þessi hæð hérna að taka völdin hjá okkur og því eigum vona á ansi góðum dögum hjá okkur, svona góðum vordögum eftir helgi. En við skulum skoða hitasviðið, við sjáum hérna hvernig hlýja loftið reiðir sér leið hérna yfir landið og þetta þýðir það að hitatölur fara hækkandi og við förum að sjá tveggja stafa hitatölur þar sem að hitin verður mestur. Síðan kemur svona eitthvað aðeins svalara loft hérna til okkar á sunnudeginum en síðan fáum við aftur hlýjan loftmassa strax í kjölfarið og svona hlýtt loftmun leika þá landið eftir helgi. Við skulum skoða aðeins hvernig þetta að þróast núna næsta sólarhringinn. Við sjáum hérna skilin vera að koma hérna yfir landið núna í nótt og þessi fylgir hlýindi og í fyrramáli verða komnir í gildi hérna gula viðvaranir vegna asahláku því að þegar að hitastigið komið upp í 10 stiga þá fer snjórinn að brána ansi hratt og því þarf að huga vel af niðurföllum. En svona lítur þetta út klukkan 9 í fyrramálið. Við sjáum hérna hitatölurnar eru komnar upp í 7-8 stig mjög víða á landinu, rigning hérna landið sunnanvert en ætti nú að vera þurrt hérna norðanlands og síðan seinnipartinn að þá verður svona enn rigning sunnanvert landið og eins og við sáum á myndina á hana þá bætist enn frekar í þessa rigningu annan kvöld en gular viðvaranir allt norðanvert landið vegna asahláku. En síðan áfram á sunnudeginum að þá verður orðið bjart á landinu, það verður reyndar svolítið hvasst norðvestan til landinu og geti jafnvel orðið hvassviðri og jafnvel slegið í storm á Vestfjörðum en í heildina fallegt og bjart veður og hitatölurnar svona milli 5 og 10 stig. Nú síðan á mánudeginum að þá fer hæðin að ráða ríkjum hjá okkur og þá verður þetta nú kannski full bjartsýnn að segja að verði heiðskýrt á öllu landinu en það verður allavega heiðskýrt svona stefnir í að verði heiðskýrt mjög víða og hitin svona víða í kringum 10 stigin. Og þriðjudagurinn hann býður okkur upp á fínasta veður líka, svona hægbreytileg átt á landinu, skýjað eða léttskýjað og hitatölur svona milli 5 og 10 stig og fer yfir 10 stigin þar sem að hitin verður mestur. Nú, við skulum skoða þá hvað að gerast í kringum okkur. Það er svolítið leiðilt veður almennt í álfunni, það er svona norðanátt sem gengur hérna suður eftir og við sjáum að hitatölur eru almennt frekar lágar og rigning og þegar við komum hérna niður að Miðjarðarhafinu þá verður mjög mikil rigning bæði í Grikklandi og Tyrklandi á morgun, farið að létta til á suður Ítalíu og síðan við förum hérna að Atlantshafinu og þá nú reynda fínasta veður í Portúgal og Madrid á morgun, það ætti nú að verða nokkuð bjart og eins nú hérna þokkalegt hérna allavega vestan til í Frakklandi. En ef við förum til Kanaríeyja þá norðanáttin svona nokkuð ákveðin á morgun og gæti orðið svolítið skýjað en það ætti að verða þurrt og sjást nokkuð víða til sólar og hámarkshitatölur svona nálgast 25 stigin. Við förum síðan vestur haf þá nú bara nokkuð bjart yfir hérna við austurströndina. Aftur á móti talsverð rigning hérna við Mexíkóflóa og svalt hérna á sléttunum en þegar við komið vestur fyrir Klettafjöllin þá býður okkar sól og hitastigið kannski milli 20 og 30 gráður. En við skulum enda þetta á korti morgundagsins sem ég sagði, það eru mikil hlýindi framöndan hjá okkur og því verður talsverð mikil bráðnun og gula viðvaranir vegna asahláku í gildi landið norðanvert. Látum þetta duga að veðri, verið sæl.